Sigurður Hansen, þú ert mesti sérfræðingur landsins í Þórði kakala og hefur hérna velt honum mikið fyrir þér. Það máttu ekki segja. Nú erum við búin að heyra hérna Einar lýsa þessari herför hans suður í land, hvernig hann kemst undan naumlega, hvernig hann safnar liði og síðan það flóabardagi. Við byrjum bara því, hvernig maður var Þórður kakali? Ég held að Þórður kakali hefur verið afskaplega merkilegur maður á margan hátt og hann svona minn uppáhaldsmaður í allir þessari sögu því að það var ýmislegt sem að hann kom með inn í okkar samfélag á þessum tíma sem var alveg óþekkt og það var eins og bara siðareglur sem hann hefur væntanlega lært út í Noregi í hernaði með Hákoni konungi og í rauninni þá hann að í sinni baráttu þá notar hann svolítið sömu aðferð eins og Hákon konungur notaði þegar hann var á Noregi sjá sínum tíma og það felst í því að í staðinn fyrir það sem að þekktist hér hjá okkar mönnum á Íslandi að þá voru menn annarkvort drepnir eða reknir úr héraði eða eitthvað í þá veru en í staðinn þá vinnur Þórður að því að gera þessa óvini sína þá sem hann taldi sér eitthvað hættulega að vinna í því að gera þá að sínum mönnum og láta þá hafa eitthvað í staðinn og það má til dæmis nefna Þorstein í Hvammi hvernig hann náði sambandi við hann og alla hans fjölskyldu sem átti nú eftir að koma mjög við sögu sem að gerðist þegar hann tók Þorstein í Hvammi til fanga í Vatnsdalsfjörðinni en ég hef reyndar svona látið mig dett í hugan að hann er hrifinn af heimasætunni sko ekki ólíklegt því hún átti svo eftir að verða hans sambýliskona og barnsmóðir og standa fyrir búi hans í Geldingaholti. Og kemur þessi átök sem að verða þegar að Kolbeinn fyrir þessa herleiðangra og einhvern veginn Þórður svona fer undan dálítið í flæmingi en einhvers staðar í þessum átökum þá nær Kolbeinn þessi Tuma sitthvað sinni yngri. Hvað afleiðingar hafði það? Hvernig fór það í Þórð? Það fór náttúrulega mjög illa í Þórð. Hann var mjög miður sín eftir þennan atburð. Sennilega hefur hann þótt vænt þennan litla bróður sinn sko. Það hafði mikil áhrif á hann. Allavega fyrst á eftir, meðan hann var að jafna sig. Já. Það ekki spurning. Það var óvenju miskunnarlaust dráp á Tuma. Hann var svona nýgiftur, var þetta með lítið barn og baðst vægðar og bauð utanför sína og allt þetta en það var Skagfirðingar sögðu að hann fengi sömu gríð og bræður hans fengu á öllum stöðum. Já, þetta var náttúrulega algjör ofsókn en það var náttúrulega Kolbeinn og hans menn voru náttúrulega kvíðnir fyrir uppgangi þeirra bræðra, Þórðar og Tuma ef að þeir hefði náð, ef að Tumi hefði náð, maður veit ekki hvað hefði gerst ef að Tumi hefði lifað. Hann var nú farin að reyna að gera sig svolítið gildandi en kannski einhver leyti á kostnað Þórðar. Einmitt. Nú, Einar hljóp svona dálítið hratt yfir flóabardaga sem nú einhver merkilegasta orusta sem að háð hefur verið. Svo ég veit að þú hefur alveg velt flóabardaga mikið fyrir þér. Já. Hvað varð til þess að þessi bardagi fór eins og hann fór? Að þarna mikill liðsmunur og skipakosturinn mun meiri, Kolbeinsmegin. En einhvern veginn, þetta endar, náttúrulega reyndar kannski með, það voru erfitt að segja hvort þetta endaði í jafntefli eða allavega Þórður hörfar undan en hann þá búinn að skaða Kolbeinn það mikið að hann nær sér ekki eftir þetta. Hvernig horfirðu á flóabardaga? Sko það má náttúrulega segja það að hvorugur aðilinn hafi verið sigurvegari.
En þó finnst mér nú kannski að megi segja það að Þórður hafi komið sterkari út úr þessari orrustu miðað við allar aðstæður, því hann þarna með 210 menn á meðan að Kolbeinn með tæplega 500 og náttúrulega meiri skipakost, en það var náttúrulega eins og Einar sagði að þarna dálítið mikill munur af mannskap. Þarna hann með vana sjómenn af Vestfjörðunum á litlum bátum sem þeir þekkja. Í liði Kolbeins þá fullt af mönnum hér framan úr Dölum, norðan úr Eyjafirði og Húnavatnssýslunum og þetta eru kannski menn sem aldrei hafa stigið á skipsfjöl, og það náttúrulega, það hlýtur að gera einhvern gæfumun þarna, sko. Ég myndi telja það allavega. Þetta eru sjóveikir, norðanmenn? Sko miðað við þá lýsingu sem við höfum af veðrinu þarna, þá nú ekki líklegt að hafa nú verið mikil alda þarna, sko. En sama að alltaf einhver hreyfing á svona blöðu. Þetta eftir því sem að maður kemst næst, þá hefur þessi bardagi verið mjög norðarlega á flóanum, austanmegin, og eiginlega nánast fyrir opnu hafi. Nú eftir þessi átök þá eiginlega Kolbeinn ætlar sér reyndar að hefna, hann ætlar sér að eyða byggð á Vestfjörðum og fer þarna á strandir og reynir að gera upptæk matvæli fólks og spilla híbýlum og öðru slíku, en það eiginlega engin kraftur í Kolbeini eftir þetta. Nei, hann segir það þarna, að það haft eftir honum þarna þegar að fyrst að Þórð bar undan við þessar aðstæður, þá muni hann aldrei standa yfir hans höfuðsögum. Þannig að hann gefur sér grein fyrir því að það skilja eiginlega leiðir þarna á milli þeirra, sem að enda svo með því að árið eftir að hann gefur Þórði upp, eins og kom fram hjá Einari, ríki stöðnunganna gegn friði. Það var nú ríki áspurningarna. Þannig að Þórður og hans menn voru náttúrulega búin að hrekja marga af stuðningsmönnum Kolbeins unga, og þeim hefur sjálfsagt ekki verið farið að líða vel út af því að eiga alltaf vona einhverjum skærufernaði frá mönnum Þórðar. Heldur Kolbeinn hefur skynjað feigð sína? Ég veit það ekki. Hann hefur örugglega gert sig grein fyrir því að hann átti ekki langt eftir, því að þetta var svona smá ágerast skilsmanni eftir sögunni, þessi veikleiki hans í bringunni. En hann sennilega veikur í flóabardaga. Það mjög líklegt að hann allavega ekki heilbrigður. Nei, hann slappur. En það sagt að hann hefur látið gera kastala á skip sitt og verið þar til að stjórna, sjá yfir, væntanlega, sko. En kastali náttúrulega á þeim tíma, það eiginlega það sem við köllum virki í dag, sko. Nú þegar að flóabardagi lýkur þá eiginlega ein svona stór orrusta eftir sem að Þórður kakali heyr, og það Haugsnesbardagi, og enginn hefur nú eiginlega gert Haugsnesbardaga eins hátt undir höfði og þú ert með, hér er stórt minnismerki sem að þú reistir bardagan, og sem eru steinarnir sem eru hér í túnsverðinum, og hér má nú eiginlega segja steinarnir tali, því að þeir segja sína sögu, þar sem þú hefur komið fyrir einum steini fyrir hvern þann sem var í orrustunni. Segðu mér svona þínar hugmyndir þessu orrustu. Hvað gerðist? Sko, það má kannski segja það að upphafið og ástæðan fyrir því að ég fór að setja fram þessa tilgátu hvernig bardaginn hefði borið að samkvæmt sögunni þá gat þetta ekki gengið upp í landslaginu. Það passaði ekki við landslagið, lýsingin í sögunni. Þannig að ég fór að reyna að grufla það upp hvernig þetta myndi hafa
geta gerst með þeim hætti því að það var engin leið, samkvæmt lýsingu söguna, þá var engin leið til þess að Þórður geta komið hinu liðin á óvörum. Það var að koma einhverja aðra leið til þess að geta komið liðin á óvörum eins og augljóst að hann hefur gert og bara hreinlega nú sagt frá í Sturlungu. Og það var kannski einn liður í því að hann bar sigur úr býtum þarna niður á Austurlandsgröndunum að hann kemur hinu liðan óvörum. Hann með þarna á annað 100 manns færra heldur en Brandur, þannig að það var talsvert mikill liðsmunur þarna. Þannig að en það sem að hérna er kannski að einhverju leyti skýring á þessu líka er það að Þórður er náttúrulega staðkunnugur hér. Hann er búinn að vera 2 ár hér á Flugumýri þar sem hann gætti liði áspilninga í fjarveru Kolbeins unga. Já, mörgum árum áður. Mörgum árum áður. Hann er staðkunnugur hérna á svæðinu og auk þess er hann búinn að vera þarna í 6 ár við norsku hirðina og taka það þátt í herferðum Hákonar konungs. Þannig að hann er bæði orðinn sæmilega lærður herstjóri væntanlega og svo er hann staðkunnugur líka. Nú svo segir sagan að Þórður hafi komið fyrir flugumönnum í liði Brands. Já, það er átt við Einar í Vík sem var gift Ingibjörgu Bergþórsdóttur sem var nú frænka Þórðar. Þessa kenningu tel ég nú ekki skynsamlega því að ég tel að Einar og Brandur hafi verið miklir vinir og ég held að Einar hafi ekki haft neina hvorki ástæðu eða áhuga á því að svíkja Brand. Hins vegar þá þykir mér líklegt að hann hafi séð í hvað stefndi og það væri betra að flýja af hólmi með koma flótta í liði heldur en að halda áfram að berjast og drepa fleiri. Þetta er svona svo skýring sem ég hef fundið því að svona sem dæmi þegar að Brandur Kolbeinsson fer til að drepa Þórólf á Óslandi sem var nú einn af kærustu mönnum Kolbeins unga, að þá er það Einar sem að velur með sér í þá ferð og hann hefur ekki gert það ef hann ekki treyst þessum manni. Nú svo lýkur þessari orustu Einar, það brestur flótt í lið Brands og norðanmanna og endar sem sé með því að Brandur fellur. Segðu mér aðeins frá því. Já, það er sagt að þegar flóttin brestur í liði þá hafi Brandur komist á hest. Nú, það segir það okkur að það hafa verið hestasveinar sem hafa geymt hestana einhvers staðar stutt frá bardagarsvæðinu og sjálfsagt alveg það sama með hitt liðið því að Kolbeinn Grön hann kemst á hest líka með mönnum með sér og þeir ríða á eftir Brandi og taka hann til fanga. Og það er sagt að þeir hafi hérna fært hann upp á grundina þar sem að róðukrossin stendur. Þannig að í sögunni þá er búið að reisa þetta minnismerki Brand Kolbeinsson, þennan róðukross sem er nú talið hafi jafnvel staðið alveg fram að siðaskiptum. Og við endurgerðum svo hérna 2009. Og þar er Brandur drepinn sem sé þarna á grundunum. Já. Var það mikill harmdauði mörgum? Já, Brandur virðist að hann verið mjög vinsæll maður og sérstaklega nú talað það að faðir hans Kolbeinn Kaldaljós hafi nú bara hreinlega dáið og sorg eftir missi Brands. En já, það er talið hann að verið mörgum harmdauði
og Ingjaldur Geirmundsson yrkir nú mjög fallega eftirmæli eftir Brand sem var þá í liði Þórð og Kakkana. En þetta voru endalok Ásbirninga. Já, það má eiginlega segja það að þarna hafi orðið endalok, þannig að þeir voru búnir að stjórna Skagfirðingum og Húnvetningum í rúmlega 200 ár og þarna var eiginlega endapunktur því. Reyndar kemur náttúrulega inn seinna, Þorgils Garri kemur náttúrulega aðeins við sögu hér, en hann var náttúrulega blandaður, hann var náttúrulega hálfur Ásbirningur og hálfur Sturlungi eins og Þórður Kakali, þannig að þetta var náttúrulega allt þessar ættir og allar fléttaði meira manna saman. Einmitt. Hvað heldur að hefði gerst ef að her Ásbirninga hefði sigrað Þórð og hans menn á Haugsnesi? Það alltaf svolítið erfitt að spá í það. Maður hefur oft spáð í það hvað hefur til dæmis gerst ef að Sturla hefði drepið Gissu eftir Apamarsförina eða eitthvað slíkt. Það eiginlega ómögulegt að segja hvað hefði gerst. En sagan hefði skrifast öðruvísi, það ljóst. Ef Þórður hefði fallið á Haugsnesbardaga og Brandur sigrað, þá hefði sagan skrifast öðruvísi. Það ekki spurning. Þakka þér fyrir, Sigurður.